við erum hjartanlega velkomin, við erum með lestur sem að ber yfirskriftina heilbrigt, sjálfstraust og sjálfsöryggi. Við ætlum að vera með hugleiðslubæn, seinustu svona 10-15 mínútur af fundinum eins og venjulega, þar sem við ætlum að taka bara við lækningu Guðs og krafti Guðs og leyfa Guði vinna í hjarta okkar og leyfa Guð að gefa okkur sitt öryggi, sitt traust og sína sjálfsmynd fyrir okkur. Og við ætlum bara að byrja á því að biðja saman og ég ætla bara að bjóða ykkur að bara loka augum og biðja með mér. Já, góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því í hjarta mínu að þú sért Guð. Takk fyrir að deyja á krossi fyrir mig. Takk fyrir að fyrirgefa fortíð minni. Takk fyrir að þú hefur endurfætt anda minn. Takk fyrir að þú ætlar að gera lækningu og kraftaverk og lausn í hjarta mínu, í sálu minni og í huga mínum hér í kvöld. Ég þakka þér fyrir drottin að ég er þitt barn og ég lifi í þínu ljósi, í þínum kærleika og í þínu öryggi alla eilífð. Í Jesú nafni. Amen. Ok, við ætlum að bara byrja kannski á því að svara sér spurningu hvað er sjálfstraust og hvað er sjálfsöryggi? Og hver þekkir ekki þá vondu tilfinningu að glíma við einhvern veginn óöryggi, hvað sem maður er, upplifa þessu óöryggan eða upplifa vantraust, bæði gagnvart sjálfum sér, vantraust gagnvart öðrum, jafnvel vantraust gagnvart Guði. Hver hefur ekki upplifað það að eiga einhvern veginn erfitt með að taka ákvarðanir, treysti ekki sínum eigin ákvörðunum, treysti ekki því sem maður er að gera eða gæðum þess sem maður er að gera eða senda frá sér. Og hver þekkir ekki þennan nagandi sjálfsefa sem að stundum naga manna innan það sem maður er með svona efasemdar hugsanir eigi ágæti, það sem maður er að gera eða segja eða hvað maður sagði í fyrradag við eitthvað og hvernig maður hefði átt að segja það öðruvísi eða hvort að maður hafi nú sagt eitthvað vitlaust eða gert eitthvað vitlaust. Og sjálfsvantraust býr til óöryggi og ótta, sjálfsefa og óvissu og jafnvel kvíða, sem getur allt verið bein afleiðing af sjálfsóöryggi og sjálfsvantrausti. Eða það er að segja óheilbrigðu sjálfstrausti og sjálfsöryggi. Og sjálfstraust þýðir einfaldlega, þetta er ekki alveg að sama sjálfstraust og sjálfsöryggi þótt þetta sé mjög tengt og náskylt. Og sjálfstraust þýðir einfaldlega, treysti ég mér eða vantreysti ég mér og hversu mikið treysti ég sjálfur mér. Treysti ég sjálfur mér mikið, ber ég mikið traust til mín eða ber ég lítið traust eða jafnvel vantraust til mín. Og vantraust er neikvæð orka og það kemur ekki frá Guði. Vantraust skapar óöryggi og stundum ótt og kvíða. Og ég man alveg eftir því þegar ég glímdi við kvíða og mjög mikið óöryggi og mjög óörygg í eigin skinni, bæði bara gagnvart mínu eigin ágæti en líka bara hvar sem ég var þá upplifði mig stöðugt óörygga. Þú veist, ég var kannski á A-fundi og þá voru bara stöðugar hugsanir það að það var að fara að kvikna í húsinu og hvað ég ætti að gera og hvernig ég geti bara tekið stól og brotið gluggann og hoppa út og ef ég var á annarri hæð, hvort ég myndi lifa það af, þú veist, það var bara þessi kraumandi óöryggistilfinning innan með mér, einhvern veginn hvar sem ég var og hvert sem ég fór. Og ég efaðist stöðugt sjálfa mig og mínar eigin hugsanir, mínar eigin ákvarðanir, er ég að taka rétta ákvörðun, er ég að taka ranga ákvörðun. Og ég vantreysti ekki bara sjálfur mér, heldur líka öllum öðrum. Og í þessu fólst að ég var oft með hugsanir eins hvort að aðrir var að fara að stela frá mér eða ræna mig eða meiða mér eða taka eitthvað frá mér eða nota mig. Og öryggi mitt öryggi, það var mjög alvarlega bjagað og óheilbrigt. Og ég var að hengja öryggi mitt á alls konar skurðgoð eða dauða hluti sem að gátu aldrei gegnt í hlutverki að vera raunverulegt öryggi í mínu lífi. Gátu aldrei gegnt í hlutverki að gefa mér þetta öryggi sem að ég þurfti á að halda og sem ég var að leitast eftir og þrá. Eins og til dæmis peningar, vinna mín, jafnvel dýrin mín.
Og það þannig innan með okkur að þegar eitthvað annað en Guð farin að gegna því hlutverki að vera öryggi okkar eða traustið okkar og við erum að leggja traust okkar á eitthvað annað en Guð, að þá komin skekkja í hjarta okkar sem hleypir myrkrinu inn. Af því að það ekkert annað en Guð sjálfur. Það ekkert annað en Faðirinn sjálfur sem á að gegna þessu hlutverki í okkar lífi að vera öryggi okkar, að vera trausti okkar. Hver hefur ekki lagt traust sitt á menn og þeir brugðist? Einhver lenti því? Ég held að við séum öll búin að falla á þessu prófi og það bara, þú veist, menn eru breyskir og gera mistök og það bara einn sem aldrei bregst og það Guð. Hvað haldið það séu margir sem að leita öryggis í peningum, öðru fólki, húseigninu sinni jafnvel, hugsa kannski ef ég bara giftist góðu manni sem að þéna vel að þá ég örugg eða ef ég bara get keypt mér mitt eigið húsnæði þá ég loksins örugg eða öruggur. Eða í mat jafnvel. Hvað haldið þið að það séu margir þarna úti sem að hafa sett öryggi sitt á mat? Og þessi skekkja sem myndast í hjartan okkar, og þetta kallað skurgoð, að við erum í rauninni í vissum skilningi að dýrka eitthvað annað heldur en Guð og gefa eitthvað öðru hlutverki í líf okkar sem bara Guð á að gegna, að þá verða þessi tilteknu svið, eins og til dæmis matur, húsnæðið okkar eða húsnæðismálin okkar, fjármálin okkar mjög óheilbrigð út af þessu myrkri sem að skapast við þessa stöðu sem að þessi hluti fá í okkar lífi sem bara Guð á að fá. Til dæmis ef að matur á að veita okkur öryggi þá fyrir við að borða í hvert skipti sem við upplifum óöryggi. Og þarna falskt öryggi að ræða og þá fyrir við jafnvel að upplifa meira og meira óöryggi og þá fyrir við að borða meira og meira og meira. Þá fyrir okkur að líða verri eigin skinni og það myndast vítahringur sem að skilar ekki neinu góðu. Og þetta þekki ég vel á mínu eigin skinni þegar ég glímdi við ádreiskuni áður fyrr. Og Guð, Jesús, það eina sem að hefur alltaf verið, alltaf eins og mun alltaf verða. Og hann breytist aldrei, hann alltaf eins. Og Guð öryggi. Guð ljósið og ljósið ef þið bara ímyndið ykkur stærstu og sterkustu og fallegustu og bestu og kraftmestu, máttugustu orku sem til Og Guð öryggi. Guð friður og Guð traust. Og Guð einn öryggið okkar og á að hafa þá stöðu í okkar hjarta sem okkar öryggi, sem við festum ræturnar okkar í og þá aðeins þannig öryggið okkar stöðugt og við upplifum okkur alltaf örugg, hvar sem við erum, hvenær sem Og sama á við traust, Guð traust og traust svona ofboðslega heilbrigður jákvæður kraftur sem að skapar bæði öryggi, frið, vissu, fullvissu og frelsi og fleira. Og við getum spurt þessar spurningar, af hverju vill Guð að við séum full sjálfstrausts og sjálfsöryggis? Og heilbrigt sjálfstraust og sjálfsöryggi gríðarlega mikilvægt ekki bara fyrir okkar daglega líf og okkar daglega líðan. Þannig að okkur líði vel í eigin skinni, að við séum frjáls til að vera það sem við erum raunverulega, vera við sjálf og vera það sem okkur var ætlað að vera. Heldur líka skiptir þetta máli fyrir okkar hlutverki í Guðs ríkinu svo við getum risið upp í því hlutverki og þeim tilgangi sem Guð hefur falið okkur. Og við komum hérna til jarðarinnar með tvenns konar tilgang. Það fyrsta lagi, fyrsti frum tilgangur mannkynsins að endurfæðast, taka á móti Kristi Jesú til þess að fá nýjan anda svo við verðum ríkisborgarar í Guðs ríki og öðlumst eilíft líf í ljósinu. Og með því að endurfæðast þá fáum við aðgönguna inn í himnaríki eða Guðs ríki sem að við förum eftir að við yfirgefum jarðvistina hér. En svo höfum við líka fengið annan tilgang sem ákveðið hlutverk eða tilgangur sem Guð hefur mótað okkur og þjálfað okkur til þess að stíga inn í. Og það breytilegt frá manni til manns.
Og það er fjallað þetta í Rómverjabréfinu í 12. kafla í 4. til 8. versi sem ég langar til að lesa. Við höfum á einum líkama marga limi en limirnir ekki allir sama starfa. Eins erum við þótt mörg séum einn líkami í Kristi en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslega náðagáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum við hann í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf skal gegna því. Sé það kennsla skal sinna henni. Sá sem hvetja skal gera það. Sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu sé kostgæfin og sá sem vinnur miskunnaverk gerir það með gleði. Og í þessu felst að við höfum öll tilgang og hlutverk frá Guði og eina megin leiðum hins illa að ræna okkur sjálfstrausti og sjálfsöryggi svo við verðum of hrædd og í of mikilli vantrú til þess að geta stigið inn í hlutverki sem Guð hefur gefið okkur, sem Guð hefur ætlað okkur. Og það gerir hinn illi á margvíslegan máta, til dæmis með lygum og blekkingum annars vegar Guð og hins vegar okkur sjálf. Og þarna fellur undir neikvætt sjálfsniðrif, sjálfsásökun, sjálfsfordæming, sjálfsefi, sjálfsvantrú, sjálfsvantraust og svo framvegis. Þetta er það sem hinn illi notar til þess að ræna okkur sjálfstraust og sjálfsöryggi og ræna okkur trú til að koma í veg fyrir að við getum starfað með Guði í Guðs ríkinu og að því sem að hann hefur fyrir okkur. Til dæmis, ég geti þetta ekki, ég ekki nóg, ég treysti mér ekki í þetta, ég hef ekki það sem þarf, ég of hrædd, ég hræddur, ég efast sjálfa mig, ég ekki verðug, ég ekki verðugur, ég skipti ekki máli, ég einskisvirði og svo framvegis. Og með svona hugsunum og tali þá erum við reynd í vantrú og niður yfir ekki bara gagnvart sjálfum okkur heldur líka gagnvart Guði sjálfum sem skapaði okkur í sinni mynd. Og allir hérna inni sem að horfa, sem að eiga börn eða barnabörn, hvernig myndi ykkur líða í hjartanu ef að litla barnabarnið ykkar eða barnið ykkar myndi hugsa svona eða trúa þessu sjálft sig? Þið myndi ekki vilja það, er það nokkuð? Það væri sárt og það væri vont og það sem skiptir kannski mestu máli, það væri ekki satt. Er það fylgja mér? Og það á líka við okkur, við erum Guðs börn. Og þess vegna, og þetta er meðal annars ein ástæðan fyrir því að ítreka þetta aftur og aftur og aftur í þessum lestrum sem að bera yfirskriftina að vera lækningaseríur. Við getum ekki verið heilbrigð og frjáls við sjálf, eins og Guð skapaði okkur, ef við erum að stunda þetta hugafar gagnvart sjálfum okkur. Það verður að stoppa fyrir fullt og allt. Og þetta er fljóti virkasta og öruggasta leiðin til þess að rústa sjálfstraustinu okkar og sjálfsörygginu, það er þetta neikvæða niðurtal. Það er bara þannig. Og í hvert einasta skipti sem við förum inn í þetta, þá erum við að höggva, þá erum við að kýla okkur niður, þá erum við að skera meira og meira af okkar sjálfstrausti og okkar sjálfsöryggi. Og hvað gerum við þegar þetta dynur á? Það getur tekið tíma að þjálfa sig út úr þessu hugafari, eins og við höfum áður farið í gegnum. Ef við byrjum að taka eftir þessum hugsunum, við fyrirgefum, við afhendum þetta inn í ljósið til Guðs og við setjum inn nýja hugsun sem er jákvæð sjálfsuppbygging. Er að fylgja mér? Þetta eru 3 skref. Fyrirgefa, afhenda inn í ljósið til Guðs og hugsa nýja heilbrigða hugsun. Og þá erum við að tala eitthvað jákvætt uppbyggilegt sem ég kalla jákvæða sjálfsuppbyggingu og jákvæð sjálfsuppbygging er mjög biblíuleg. Við ætlum að fara aðeins í það. Það eru hugsanir eins og ég er sterk, ég er sterkur, ég er heilbrigður, ég er góð manneskja, ég er barn Guðs, Guð elskar mig eins og ég er nóg, ég er að gera nóg, ég er verðug, skilyrðislaust, ég má vera ég sjálf og eins og ég er. Og svo framvegis. Þetta er dæmi jákvæða sjálfsuppbyggingu sem við hugsum vísvitandi og af ásetningi í staðinn fyrir þetta neikvæða sem við erum búin að fyrirgefa og afhenda inn í ljósi. Og því ofta sem við þjálfum þetta, því ofta sem við gerum þetta,
því auðveldara verður þetta og áður en þið vitið þá eru þið farin að trúa þessu hjart ykkar og þetta eru þær hugsanir sem eru þessar sjálfvirku, átómatísku hugsanir. Það fylgja mér? Mér þetta sens, þið mig gera hérna læka hjarta ef þið eru hérna á live-inu eða þumal á Zoom-inu. Ok, allir með þetta á hreinu. Mér langar að lesa hérna aðeins úr 7. kafla í Síraksbók sem talar um sjálfsmat og sjálfsvirðingu. Það ekki alveg endilega sama sjálfsvirðing, sjálfsvirði, við förum í þetta líka síðar, en við erum að tala um sjálfstraust og sjálfsöryggi núna. Það segir hérna í 28. versi, ber virðingu fyrir sjálfu þér, barn, met sjálft þig svo sem þér ber. Svo hérna mjög merkilegt versi í 29. versi, hver sýknar þann sem áfellist sig og hver virðir þann sem vanvirðir sig. Og þetta lykilvers af því að það sem að sú framkoma sem að þú viðhefur gagnvart þér, það sem þú trúir, hugsar og segir þig, það það orkan, krafturinn sem þú skapar innra með þér og það sem þú sendir frá þér og það það sem að þú munt fá tilbaka. Það fylgja mér? Það hann að segja, hver sýknar þann sem áfellir sig, ef við erum stöðugt að áfellast okkur sjálf, rífa okkur niður og dæma okkur að ásaka okkur, að þá það sem við munum fá frá öðrum. Af því við getum ekki risið ofar það sem við trúum og segjum okkur sjálf og það það sem við sendum frá okkur og það það sem aðrir munu líka trúum okkur. Það fylgja mér. Og ég minni á þetta vers í Jakobsbréfi 3. kafla 10. versin sem segir af sama munni kemur blessun og bölvun. Bræður mínir og systur, þetta ætti ekki að vera þannig. Við eigum ekki að láta koma bölvun út úr hjarta okkar, út úr munn okkar, í hug okkar. En þegar það gerist, fyrirgefa, afhendi ljósið, koma með blessun. Ok, það segir líka hérna í Efesusbréfinu 4. kafla 29. versi, láti ekkert fúkyrði líða af ykkar munni, heldur eitt það sem gott til uppbyggingar. Eitt það. Það eina sem á að koma út úr munninum okkar það sem gott til uppbyggingar. Þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Og þetta á líka við okkur sjálf. Við erum að heyra hérna í sjálfum okkur. Við heyrum í okkar eigin hugsunum. Og við höfum vald yfir okkar eigin hugafari og yfir því sem við segjum. Og við segjum það eitt sem gott til uppbyggingar. Okkur sjálfum líka. Og þá ætlum við að fara okkur yfir í spurningunum hvað það sem að skapar sjálfsvantraust eða vantraust innan með okkur og lélegt sjálfsóöryggi eða óöryggi. Og það bara eins og allt annað það trú eða vantrú. Það sem við trúum situr í hjartanu og það fyrir utan náttúrulega Guð sjálfan sem í andanum okkar, sterkasta orkan okkar. Og það sem við trúum út úr því koma hugsanir okkar, orðin okkar, skoðanir okkar, væntingar okkar, hegðun okkar, og í rauninni allt okkar líf. Það það sem að mótar okkur, stýrir okkur og skapar okkur og allt okkar líf að fylgja mér. Þannig að það ekki þannig að þú bara fæðist og þú ert með lélegt sjálfstraust. Það virkar ekki þannig og þetta ekki meitlað í stein. Guð getur breytt þessu og við vinnum með Guði til þess að breyta þessu. Og Guð vill að þú sért fullur sjálfstrausts og sjálfsöryggis. Að þú berir höfuðið hátt og leyfir ljósinu þín að skína í allar áttir. Það fylgja mér. Það þannig. Það vill Guð. Og trú skapar öryggi og traust. Vantrú skapar vantraust og óöryggi. Hverju trúi ég mig sem gerir það verkum að ég með óheilbrigt sjálfstraust? Trúi ég því að ég sé ekki traustsins verð eða verður? Trúi ég því að sé ekki hægt að treysta mér eða treysta á mig? Hverju trúi ég sem gerir það verkum að ég upplifi mikið óöryggi eða sjálfsóöryggi til dæmis í félagslegum aðstæðum? Trúi ég því að aðrir sé að dæma mig? Trúi ég því að öðrum finnist eitthvað ljótt mig? Og svo framvegis. Þetta þessi vantrú sem að skapa innan með okkur, þetta myrkur sem vantraust og óöryggi Og svo getum við spurt, trúi ég því að ég sé traustsins verð eða verður? Trúi ég því að Guð sé traustsins verður?
Eða trúi ég því að Guð muni bregðast, yfirgefa mig, hafna mér eða jafnvel meiða mig? Og lykillinn að heilbrigðu sjálfstrausti að þekkja Guð fyrir það sem hann raunverulega og þekkja okkur sjálf í Guði. Og að þekkja því að trúa. Það það sama. Það að þekkja Guð því að trúa Guð, það sem hann sjálfur trúir sig. Af því að það sannleikurinn, af því að Guð sannleikur. Það að fylgja mér? Ég að fara of hratt yfir þetta eða þetta skýrt? Ok. Þetta bara mjög flott. Takk fyrir. Við ætlum að fara aðeins í Rómverjabréfið 12:3. Og það segir fyrst í öðru versi: fylgið ekki háttsemi þessa heims, heldur látið umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji Guðs. Og síðan segir í 3. versi: fyrir þá náð sem mér gefin segi ykkur öllum, enginn hugsi herra sjálfan sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi, og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlitað honum. Og ég var að huglega þetta vers og spyrja Guð, hvað ertu að meina? Þú veist, hvað þýðir þetta? Hvað ertu að segja okkur hérna? Hvað þýðir það að hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlitað honum varðandi hvernig hann hugsa sjálfan sig? Og hvað þýðir þetta? Hverju eigum við að trúa okkur sjálf? Hver hinn raunverulegur sannleikur okkur sjálf? Og það það sem ég var að segja að það sem Guð trúir okkur, það hinn raunverulegur sannleikur okkur sjálf. Ekkert annað. Og hvað segir Guð okkur? Segir hann, þú ert ekki nóg, þú ert ekki verðug, þú ert bara lélegur pappír, haldið að Guð segir það? Haldið að Guð hugsi svona? Hann myndi aldrei hugsa svona eða segja svona við okkur börnin hans. Af því að það ekkert myrkur í honum. Það ekki neitt myrkur í honum. Og þegar hann horfir á þig, þá sér hann það fallega og það heilbrigða og það góða. Það sem hún raunverulega og þá manneski sem hún raunverulega En ég ekki að segja að það sé ekki stundum búin að safnast fyrir eitthvað myrkur. Það alls konar áföll og erfiðleikar og við erum kannski ekki búin að brjóta okkur niður og við höfum ekki þekkt Guð gegnum tíðina og það hefur haft áhrif á móti okkar, en Guð hér og hann alltaf eins og hann ætlar að lækna þetta og bara að hreinsa þetta út hérna í kvöld og hann vill að þú sjáir þig eins og hann sér þig og það ætlum við að gera í hugleiðslunni á eftir. Það segir í Efesus 5:4: við erum elskuð börn Guðs. Í Efesus 5:8 segir: við erum ljós í Guði. Við erum ljós í Guði. Í 1. Mósebók 1. kafla 27. versi segir: við erum sköpuð í Guðs mynd. Ég get ekki einu sinni, ég hef stundum spurt Guð bara, hvað þýðir þetta? Þú veist, þetta eitthvað rosalegt og ég veit ekki ennþá hvað þetta þýðir, en þetta bara, ég bara veit að það eitthvað svakalegt. Við erum smíð Guðs, Guð smíðaði okkur, við erum sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka. Þetta segir í Efesus 2:10. Og í Sálmi 139, 13-14 versi segir að við erum undursamlega sköpuð, við erum verk Guðs. Og við erum að heiðra Guð með því að hugsa og segja okkur sjálf eingöngu það sem heilbrigt, fallegt og gott, að fylgja mér. Í Sálmi 139 segir hérna í 14. versi: ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Og hvað varðar sjálfsöryggi okkar og trausti okkar, þá segir hérna í Biblíunni í Jesaja 26:4: treystið drottni aldur og ævi, því að drottin eilíft bjarg. Hann eilíft bjarg. Það ekki til meira traust heldur en Guð. Og það sem Guð og Guð traust. Guð traust. Og hérna segir í Sálmi 9:11 versi: þeir sem þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú drottin bregst ekki þeim sem til þín leita. Hann bregst okkur ekki og þegar við þekkjum hann þá treystum honum algjörlega og fullkomlega.
Og í Sálmi 37, 5. versi segir, fel drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Hann mun vel fyrir sjá. Og varðandi öryggið okkar og hvort við séum örugg, og segir í öðru bréfi, Tímóteusarbréfi, 4. kafla 18. versi, Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og leiða mig hólpinn inn í sitt himneska ríki, honum sem dýrðum aldir alda. Og í Orðskviðum 18:10 segir, nafn Drottins sterkur turn og þangað hleypur hinn réttláti og óhultur. Guð segir aftur, þið eru örugg, treysti mér, ég vernd ykkur, ég passa ykkur, ég mun sjá fyrir ykkur, ég ykkar öryggi. En ef við trúum því ekki í hjartanu, þá náum við ekki að upplifa Guð fyllilega á þennan hátt. Og þannig að það er svo mikilvægt að við setjum þetta inn í hjarta. Og í Sálmi 4. kafla 9. versi segir, í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú einn, Drottinn, lætur mig hvíla óhultan í náðum. Við erum óhult í náð. Og í Orðskviðum 29. kafla 25. versi, þar segir, ótti við menn leiðir í snöru, en þeim borgið sem treystir Drottni. Okkur borgið, óttin leiðir okkur í snöru, en okkur borgið við treystum Guði. Við treystum Guði og við hleypum ekki óttanum af sama hvað gengur á. Og stundum það þannig að aðstæður í lífinu okkar eru að það er bara eðlilegt að óttast. Og það er eðlilegt að verða óttaslegin og það er allt í lagi. Við megum hafa tilfinningar. Við megum hafa neikvæða tilfinningar, það má. En þá er mikilvægt að setjast niður, fyrirgefa þessu, afhenda þetta til Guðs og segja Guð, ég treysti þér. Ég treysti á þig. Ég trúi því að ég sé óhult, ég sé óhultur í þínu ljósi, í þínu fangi, í þínum turni og svo framvegis. Og í Sálmi 46, 1. versi segir, Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Örugg hjálp í nauðum. Og stundum þegar við viljum að glíma við erfiðleika og okkur bara líður illa, við finnum bara óöryggi og neikvæðar hugsanir, að það er bara mikilvægt að við tökum stöðu okkar, fyrirgefum og afhendum inn í ljós og við segjum, Guð, þú ert mín örugga hjálp. Mér líður svona núna og við megum koma fram fyrir Guð og við tökum þetta samtal við hann. Og stundum þegar ég tek svona persónulegt samtal við hann í bíl, þar sem ég bara ræða, bara opna hjarta mitt og ég ræði bara hvernig mér líður, hvað mér finnst, segi bara allt sem að mér liggur á hjarta, þá finn ég bara hvað kemur sterk tenging við Guð og hann kemur einhvern veginn inn í hjarta mitt og ég finn þennan himneska frið og ég finn að sama hvað gerist í kringumstæðunum, þá verður allt í lagi með mig að því ef hann. Jafnvel þótt ég myndi deyja, þá er samt í lagi með mig að því að ég er hjá Guði, að því að hann passa mig. Þannig að það er þessi ofboðslegi friður og þetta öryggi sem Guð er. Og í Sálmi 138, 7. versi segir, gangi ég í gegnum þrengingar, lætur þú mig lífi halda. Þú réttir fram hönd þína gegn reiði óvina minna og hægri hönd þín bjarga mér. Segir hægri hönd þín bjarga mér. Og í Sálmi 91, sem er uppáhaldssálmur veit ég margra, þar segir 9-10. versi, þitt hæli er Drottinn, þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu, engin ógæfa hendir þig og engin plága að nálgast tjald þitt. Og ég mæli með að lesa þennan sálm í heild sinni og huglega hann. Lesa þennan sálm og stundum þegar við erum að lesa þessi vers, af því það er svo mikið kraftur og svo mikið máttur í þessum versum að segja bara, þegar við erum að lesa í Biblíunni, ég ætla að taka þetta vers og ég seta í hjarta mitt og ég vel að trúa þessu. Að þá kemur umbreytingin inn í hjarta okkar og ný og heilbreið trú. Og þá ætlum við að fara inn í þessa spurningu áður en við förum síðan inn í hugleðsluna. Hvernig aukum við sjálfstraustið okkar og sjálfsöryggi okkar? Hvernig auðlust við heilbreygt og meira sjálfstraust og sjálfsöryggi? Af því að jafnvel þótt við séum með heilbreygt sjálfstraust og sjálfsöryggi, þá getum við samt stækkað. Við getum styrta og gert það kraftmeira og meira. En líka fyrir þá sem er ekki með heilbreygt sjálfstraust og sjálfsöryggi núna,
við erum líka að tala til þeirra og gerum það líka í hugleiðsluna eftir. Og það sem við gerum til þess að fá heilbrigðara og meira sjálfstraust og sjálfsöryggi, það er til dæmis með því sem við erum að gera núna. Fara á svona lestur og lesa þessi vers í Biblíunni með því að hugsa og tala hugsanir sem að skapa öryggi og traust. Þetta er lykilatriði, af því þetta er eitthvað sem við erum alltaf að gera, við erum alltaf eitthvað að masa og það er stanslaust einhverja hugsanir í gangi. Og við getum bara tekið tvö mjög einföld dæmi, til dæmis. Þegar ég fer út, þá eru bílar og umferðin hættuleg. Þá getur umferðin verið hættuleg, eða bílar geta verið hættulegir. Bara þessi hugsun, jafnvel þótt að sumir segja, þetta er bara staðreynd, þetta er alveg rétt. Bara samt þessi hugsun. Hvaða orka, hvaða kraftur er í henni? Er það öryggi eða óöryggi? Óöryggi. Og þetta hugafar að þetta er svo hættulegt og þetta er svo hættulegt og við þurfum að vara alla við öllum hættum. Þetta kemur ekki frá Guði. Svona talar Jesús ekki. Hann talar aldrei svona. Hann talar hugsanir sem þú ert öruggur, þú ert óhulltur, ég er með þig, þú hefur skjól hjá mér. Hinn réttarði hleypur inn í turnin og hvílist þar. Þannig að við þurfum að skoða hvernig hugsar og hvernig talar Jesús. Hann talar og hugsar hugsanir sem að skapa öryggi. Þannig að þá segi ég, já, ok, það gæti bara komið loftsteinn og bara splundrast á jörðin allir degi, þú veist. Eða þá ég gæti borðað eitthvað og kemur matarætin, eða þá bara, já, þegar ég fer í vinnuna og yfirmanninum, hann líkar örugglega illa við það sem ég gert og kannski gerði ég fullt af mistökum eða kannski var þetta ekki nógu gott, þú veist. Allar þessar hugsanir er að búa til óöryggi, efa, vantraust og vanlíðan. Og í staðinn fyrir að hugsa svona, þá hugsa ég þegar ég stíg út fyrir húsi, ég er þakklátt fyrir að búa í öruggu landi. Ég er alltaf að hugsa þetta. Ég horfa á börnin mín, þau geta verið úti og leiki sér. Það er bara ekkert hægt í öllum löndum. Og ég hugsa, vá hvað ég er þakklátt fyrir hvað börnin mín eru örugg. Þau vakna heima hjá sér og þau eru bara með elskandi foreldra og öruggt heimili og ég get bara tekið, þú veist, þau eru bara eins og blóm í eggi. Þau líður svo vel. Það er bara alls ekki þannig með öll lítið börn. Og ég hugsa líka hugsanir til dæmis ef ég er að fara að halda erindi eða ég er að tala fyrir framan eitthvað og ég gerði þetta sérstaklega áður fyrir þegar ég glímdi við mikið félagslegt óöryggi og sjálfsóöryggi. Þegar ég er að tala við fólk þá finnst fólki það sem ég segi vera áhugavert og skemmtilegt. Þegar ég hitti fólk þá er ég full af sjálfsöryggi og sjálfstrausti og mér líður vel í eigin skinni. Ég á auðvelt með að tala við annað fólk og ég finn að samtali flæðir auðveldlega og það er þægilegt og það er skemmtilegt. Eitthvað svona, er að fylgja mér. Hvað kraftur, hvað orka fylgir þessum hugsunum? Öryggi, friður, gleði, þakklæti og svo framvegis. Þetta er það hugafar sem að Jesús vill að við höfum. Sérstaklega gagnvart okkur sjálfum. Ég er nóg, ég er heilbrigður og svo framvegis. Þannig að með því að hugsa svona og umbreyta hugafarinn okkar, breytum við sjálfstraustinn okkar og sjálfsöryggin okkar. Ég er traustsins verður. Það er hægt að treysta mér. Ég treysti sjálfum mér. Ég treysti ákvörðunum mínum. Ég treysti Guði. Guð treystir mér og Guð treystir okkur. Ok. Þannig tölum við út öryggi og sjálfsöryggi og traust. Síðan getum við nota bæn. Það er önnur leiðin sem við notum til að fá heilbrigðara sjálfstraust og sjálfsöryggi er að við erum að biðja Guð að lækna sjálfstraustið okkar, lækna sjálfsöryggi okkar, hreinsa hjarta okkar, gefa okkur meira öryggi, hjálpa okkur að trúa því í hjartanum við séum örugg, er að fylgja mér. Þannig að bara alls konar bænir. Það getur líka bara verið eins og ég var að segja áðan samtal við Guð í bílnum, þar sem við segjum bara, herðu, mér líður svona, ég upplifi bara óöryggi og ég er að fá neikvæðar hugsanir og ég ætla bara að fyrirgefa þessu og ég ætla að afhenda þetta til þín og ég bið að taka við þessu og gefðu mér öryggi þitt í staðinn, þitt öryggi. Og síðan með hugleiðslu á orði Guðs. Og þetta er allt eitthvað sem þið geti gert sjálf heima, eins og til dæmis að lesa þessa sálma. Ég skal pósta þessum sálmum inn í grúppuna eftir fundinn og þið geti lesið þessa sálma og bara, ég seti þetta inn í hjarta mitt. Ég vel að trúa þessu. Guð hjálpaði mér að trúa þessu af öllu mínu hjarta. Og þá kemur þetta og það fer inn í hjarta og við trúum þessu. Og þá kemur svona léttir
og það kemur öryggi og traust og friður. Ok, ég ætla þá að, ég sé að það eru komin einhverja fyrirspurnir fyrirbænir og það er bara algjörlega sjálfsagt mál. Við ætlum að hafa fyrirbænir eftir stundina og við ætlum að fara núna í bara hugleiðslu og bæn. Og í þessari hugleiðslu þá ætlum við að opna hjarta okkar fyrir Jesú og hleypa honum dýpra inn. Við ætlum að leyfa Guði að lækna öryggi okkar og í því felst að við afhendum okkar eigið öryggi og okkar eigið traust til Guðs og við segjum gef mér þitt öryggi. Þú ert mitt öryggi. Við ætlum að festa ræturnar okkar í Guð og við ætlum að og við ætlum að afhenda sjálfsmyndin okkar inn í ljósið til Guðs og biðja Guð að gefa okkur sína sjálfsmynd fyrir okkur þannig að við séum að sjá okkur eins og Guð sér okkur. Þannig að þegar við sjáum okkur sjálf, þegar við lítum í speilin, þá sjáum við það sem Guð sér, það fallega, það heilbriga, það góða, það stórkostlega. Ok? Það megið bara koma ykkur þægilega fyrir og það skiptir í rauninni ekki máli hvort þú situr eða liggur. Bara það sem þér finnst þægilegra. Og þegar þú ert tilbúin, þá máttu bara koma þér þægilega fyrir. Þú dregur djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá, þá lokar augunum og bara leyfir þér að finna fyrir því að þú ert þegar komin inn í djúpa og þægilega himneska slökun, afslöpun og ró. Og þú tekur ákvörðun frá hjartanu að sleppa tökurum og treysta Guði og treysta sjálfum þér eða sjálfri þér. Og ég legg hvert og eitt okkar í þínar hendur Drottinn. Í Jesú nafni verði þinn vilji einn í kvöld. Í Jesú nafni gefðu okkur trú lækningu, lausn, algjört heilbrigði. Og ég vil að þessi bæn nái líka yfir fjölskyldur okkar nánustu, ef það er þinn vilji Drottinn. Og ég þakka þér fyrir Drottinn, að þú ert sá sem hún segist vera. Ég þakka þér fyrir Drottinn að þú ert yfirnáttúrulegur, stórkostlegur, kraftaverka Guð og læknir. Í Jesú nafni. Og ég tengi mig við hjarta mitt. Og ég hleypi þér Jesús ennþá lengra inn í hjarta mitt. Inn í hvert einasta hólf, inn í hvert einasta part af hjartanu mínu núna. Og ég þakka þér fyrir að þú læknar. Ég þakka þér fyrir að þú leysir. Þú ert skjól mitt. Þú ert verndarinn minn og þú bjarga mér og umlykur mig fögnuði. Þú Guð ert hæli mitt og styrkur. Þú Jesús ert björgun mín og athvarf. Í Jesú nafni set ég allt mitt traust
og alla mína von á þig, Jesús. Í Jesú nafni afhendi ég þér, Guð, mitt öryggi og mitt traust. Taktu við þessu og gefðu mér þitt öryggi. Gefðu mér þitt traust, Jesús. Þú ert öryggi mitt. Þú ert trausti mitt. Og ég festi rætur mínar í þig, Drottinn. Í Jesú nafni þá trúi ég því að ég er öruggur. Ég er hólpinn og ég trúi því að þú ert alltaf með mér. Ég afhendi þér, Drottinn, traustið mitt og ég tek ákvörðun frá hjartanum að treysta sjálfum mér. Af því að þú treystir mér. Þú, Jesús, ert minn sterki turn, heimili mitt og skjóli mitt. Ég er verðugur. Ég er traustsins verður. Ég er öruggur. Og ég er fullur sjálfsöryggis og sjálfstrausts núna og alla framtíð. Og ég ætla að biðja að ímynda þig núna og taki sjálfsmyndina þína. Taki sjálfa þig í heildinni og bara lyftir upp til Guðs og þú segir, Drottinn, ég gef þér sjálfsmynd mína, ég gef þér sjálfa mig og ég þakka þér fyrir að þú læknar og að þú mótar. Í samræmi við þinn vilja. Ég trúi því í hjarta mínu að ég er þitt barn. Að ég er ljós í þér. Ég trúi því, Drottinn, að þú skapaðir mig í þinni mynd og ég trúi því af öllu mínu hjarta. Þú, Drottinn, ert hugrekki mitt, kjarkurinn minn og dirskan mín. Og
Og þú finnur svo sterkt fyrir nærveru Guðs, að Guð er að vinna í þér og þínu hjarta. Og ég ætla að bjóða þér núna að bara eiga smá stund með Guði. Hvort sem það er bara að sitja í hans nærveru, hlusta á hann. Kannski viltu leggja inn einhverja bæn. Kannski viltu bara spjalla við hann. Ég ætla að bjóða þér að taka núna nokkra mínútur þar sem það er bara þú og Guð og engin annar og ekkert annað. Rétt áður en við opnum augum og komum aftur tilbaka, þá langar mig til þess að biðja að setja bara aðra hendina hérna á hjartað þitt. Og ég ætla að biðja að ímynda þér að þú standi fyrir framan sjálfa þig, bara eins og ert í dag sem fullorðin manneskja. Ég ætla að biðja að horfa á þessa manneskju. Ég ætla að biðja að segja við hana: ég sé þig. Fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Ég fyrirgef allri fortíðinni.
Ég elska þig eins og ert og skilyrðislaust. Ég hef trú á þér og ég treysti þér. Þú ert góð manneskja. Þú ert falleg manneskja. Og þú ert óendanlega dýrmæt manneskja. Og ég bið Drottinn allsherjar sem hefur allt vald, allsstaðar að hjálpa mér að hugsa og segja eingöngu það sem fallegt og heilbrigt og gott. Í Jesú nafni þá hugsa ég og segi eingöngu það sem fallegt, sem heilbrigt, sem gott. Og þú finnur friðinn í hjartanu þínu. Þú finnur gleðin í hjartanu þínu. Og þú finnur fyrir lækningunni í hjartanu þínu. Og það kemur léttir. Vel gert. Guð með þér. Þá máttu bara leyfa þér að koma hægt og rólega tilbaka. Þú mátt líka bara vera áfram í hugleiðslunni ef þú vilt, það er allt í lagi.